Þá það síðasti liður, það 10. liður, nýjar leikskóladeildir 2023. Já. Það kom fyrirspurn hvernig verður fyrirkomulega kennslu og verkefna háttað í Oddeyrarskóla í ljósi fyrirhugaðra breytinga á núverandi kennslurými, í ljósi þess hversu mikilvægt að tryggja að allir nemendur fái kennslu í smíðum í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla. Þá óskar eftir svar við fyrsta tækifæri og til málstökur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að hrósa starfsmönnum fræðslusviðs og mannvirkjasviðs og ekki síst starfsmönnum leik- og grunnskóla hér í bæ. Þeir alveg hreint ótrúlega fórnfýsi og dugnað þegar kemur að þessu eilíða verkefni að finna börnunum okkar pláss á hverjum vetri, skapa þeim sem bestan aðbúnað og veita þeim þá fyrirmynda þjónustu sem ég veit að þau veita. Þetta ekkert auðvelt verkefni og rétt eins og víðast hvar annars staðar, þá erum við oftar en ekki einu skrefi á eftir. Það sjaldnast ofgnótt af leikskólaplássum og eins og gengur þá eldist það húsnæði sem við eigum og kröfunar breytast. Ég vil líka hrósa forseta bæjarstjórnar fyrir sinn þátt sem formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs í þeirri viðleitni að finna lausnir hratt og örugglega fyrir næsta haust. En þótt verkefnið sé brýnt þá verðum við þó að sjálfsögðu að meta fórnarkostnað allra lausna og velta þeim upp, hvort sem þessar lausnir eru til lengri eða skemmri tíma. Nú, eins og hefur nú komið fram þá stendur til að fara í breytingar á húsnæði í Síðuskóla og Oddeyrarskóla til að koma þar fyrir leikskóladeildum og rýmið sem ræðir í Oddeyrarskóla, þetta núna smíðastofa. Og það hefur komið fram í máli skólastjóra Oddeyrarskóla að smíðakennsla muni liggja þar niðri næstu ár. En unglingum gefst þá í staðinn kostur á að velja smíðar og hönnun sem valgrein. Og ef þetta rétt þá veldur það mér nokkrum eða verða að segja bara verulegum áhyggjum. Í aðalnámskrá grunnskóla þá koma fram skýr viðmið kennslu og menntagildi verkreina og í gegnum smíðar þá öðlast nemendurnar okkar færni sem verður bara einfaldlega ekki svo glatt kennd með öðrum hætti og þetta færni sem getur undirbúið nemendurnar okkar undir nám og störf síðar meir. Og það sem meira við sem samfélag, ég held að við séum nokkuð sammála að það mikilvægt að byggja upp þessa færni hjá börnum og ungu fólki, einkum þeim sem hafa áhuga á. Og samtök atvinnulífs og iðnaðar hafa til að mynda talað fyrir því að hér á landi vanti bæði iðnaðarmenn og tæknimenntaða og þetta hefur verið mikið í umræðunni og þá hefur Ásmundur Einar mennta- og barnamálaráðherra boðað viðamiklar aðgerðir til eflingar verknáms í framhaldsskólum. Við verðum einfaldlega að tryggja verklegt nám í okkar skólum með óyggjandi hætti og ég held að við þurfum að auka áhuga ungs fólks á starfs-, list- og verknámi. Og þá að sjálfsögðu nærtækast að gera það strax í grunnskólunum. Samfélagið eins og ég hef nefnt hreinlega kallar eftir því. Það kemur líka skýrt fram í gildandi menntastefnu Akureyrarbæjar að við ætlum okkur að gera verkviti hátt undir höfði til þess að börn nái að tengja saman hug og hönd í skapandi umhverfi, eins og þar segir. Og slíkt umhverfi þarf þá að vera til staðar í grunnskólum bæjarins og viðeigandi kennslu þarf að vera sinnt. Og ég vil því eins og forseti bæjarstjórnar hefur nefnt leggja fram fyrirspurn og beini henni þá kannski sérstaklega til forseta bæjarstjórnar eða það að segja til formanns fræðslu- og lýðheilsuráðs og hún þessi. Hvernig verður fyrirkomulagi kennslu, list og verkreina háttað í Oddeyrarskóla í ljósi fyrirhugaðra breytinga á núverandi kennslurými. Og í ljósi þess hversu mikilvægt að tryggja að allir nemendur fái kennslu í smíðum í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla
þá óska ég líka eftir svari við svona fyrsta mögulega tækifæri. Bestu þakkir. Þökkum bæjarfulltrúa Gunnar Má Gunnarssoni fyrir, orðið laust. Þá bið ég bæjarfulltrúa Höllu Björk Einarsdóttur að taka við stjórninni. Já, til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Árnason. Til að byrja með verið þakka Gunnari Má Gunnarssoni fyrir mjög brýnt og gott erindi og þakka hrósið við mikla lausnarleit við leikskólamálum hér í Akureyrarbæ. Til að byrja með vil ég hrósa skólastjórnendum bæði leikskóla, Eðavallar og Króabóli og skólastjórum Síðu og Oddeyrarskóla fyrir gríðarlega gott samstarf sem var ekki sjálfgefið. Og þessi spurning hjá bæjarfulltrúa Gunnari er mjög nauðsynleg í umræðinni. Hann spyr hvernig mun smíðakennsla vera í Oddeyrarskóla í framtíðinni. Til að byrja með þá var því miður þessi stofa orðin þannig, hún var að nánast orðin óhæf og fólk vildi ekki vera lengur en 15-20 mínútur í svo stofu, þannig að hún var nánast orðin ónýt og loftgæðin mjög slæm. Það var komin beiðni frá Oddeyrarskóla að taka stofun í gegn og það var komið hún á borð umhverfis- og mannvirkjasvið á næstu árum. Í þessari stofu er verið að búa til þá 2 leikskóladeildir fyrir yngstu börnin og í forstofunni er vonandi hægt í framtíðin að hafa stórar sægir sem hægt að nota sem smíðadæmi og í dag er mjög mikið af listaverkunum kennd í þemum. Það er að segja, fólk fer í rúllur í 6-8 vikur, það er að segja börnin okkar og það er kennt svona í rúllum og fer þá í list, verkgreinar, smíðar, það fer í dans, það fer í söng og til að gefa dæmi þá er engin grunnskóli með eins list og verkgreinar. Það er að segja, það er allir með annarkvort bara fast eða í þemum. Við ætlum að gefa dæmum, í Naustaskóla vorum við með tónmentakennara í mörg ár og ég byrjaði þar með frábæran tónmentakennara og það var nú þannig að þá var búið til leikskóladeild í Naustaskóla. Það var sama ár og við mistum tónmentakennara. Þá heldum við langan og mikinn fund og mikil neyðar ástand og það var þá ákveðið að kennarinn sjálfur tók þetta að sér með söngstund. Þetta fannst mér ekki nógu góð lausn og ennþá nú á seinni árum þá hafa kennarar bætt í, þá sérstaklega unglingakennarar í Naustaskóla og er að búa til hljómsveit í dag til dæmis. Það er lausnarleit hjá þeim kennurum. Þannig að ég veit að eftir samtal við skólastjórnendur í Oddeyrarskóla að þau eru að leita allra lausna við að nemendur fái eins mikla smíðakennslu og hægt er með þó ólíkum aðferðum sem við þekkjum í dag. Ég skil vel áhyggjur Gunnars þetta og ég er sammála því að þessi kennsla er gríðarlega mikilvæg þó sérstaklega fyrir virka drengi sem að finna sér oft, hvað við segja, svona stöð eða rólegheit inn í smíðastofum og ég hef notað óspart þessa aðferð í kennslunum minni í mörg ár að leiða drengi og láta á saga eins í jafnvel klukkutíma. Þannig að þetta er tímabundi ástand og eins og hún nefndir sjálfur, bæjarfulltrúi Gunnar, að minnstakosti er unglingadeild fært að velja sér smíðakennslu í öðrum skólum sem valfag í unglingadeild. Að lokum vil ég nefna það að mjög góður punktur hjá Gunnari, bæjarfulltrúa Gunnari af hverju erum við ekki með pláss í svokölluðum buffer. Það er að segja af hverju eigum við ekki fleiri pláss en við þurfum. Það væri náttúrulega draumur allra sveitarstjórna manna að eiga 100 pláss eftir að búið útluta börnunum og með fyrirhugum leikskóla upp í Hagahverfi þá vonandi munum við eiga smá buffer eins og við köllum það á slæmri útlenskuru. En mér var mjög stoltur á þessa lausn og ég ætla að þakka aftur sviðinu mínu fyrir frábæra vinnu. Vonandi verður þetta nóg. Það er fullt af börnum að koma í bæinn, ég held að við séum orðin vinsælt bær.
erum að detti í 20.000 en ég vil meina að þessi þjónustu sé eitt af lykil þáttunum á Akureyri að hafa góð og næg leikskólapláss. Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og færi honum aftur stjórnfundarins. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Halla. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég vil nú taka undir allt það hól sem hér hefur verið sagt. Þetta þeir sem hafa komið að þessu máli að búa hér til ein 56 leikskólapláss fyrir 12-24 mánaða börn eiga mikið hól skilið og mér finnst þetta, já ég held að þetta sé afskaplega góð lausn. Mér dettur í hug að því ég tek nú undir með bæjarfulltrúa Gunnar smíðakennsluna og áttaði mig ekki alveg á því sem forseti talaði að það sem valfag á efri stigum, já, sem hljómaði vel, en ég bara velti fyrir mér, má ekki keyra nemendur á milli skóla í smíðakennslu rétt eins og þeir eru keyrðir á milli til að fara í sund eða eitthvað í þeim dúr, bara til að leysa þetta mál sem þetta verða vandræði í væntanlega 2 ár það bil, kannski 3, ég veit það ekki, en það er lagt upp með 2 ár, þannig að mætti kannski, að því að þetta er brýnt, eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefnir, brýnt og forseti að, já ekki bara ungi drengir, heldur unga stúlkur líka sem hafa svona eitthvað vilja framkvæma. Já, kona mín er rafvirkinn á mínu heimili og hún brýtur niður veggi og hún gerir það sem þarf að gera í höndunum. Ég æli ef ég sé hamar á færi. Þannig ég ætla bara að segja ykkur það. Þannig að ég skil þetta mjög vel en mér bara dettur þetta í hug hvort að megi ekki velta því fyrir sér hreinlega að keyra nemendur á milli. Takk. Svarið svona Gunni. Bæjarfulltrúi, ég þakka bæjarfulltrúi Jón Hjaltarssoni og bið bæjarfulltrúa Höllu Björk Einarsdóttur að taka við stjórninni. Og takk fyrir það. Til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Ég ætla að fá að svara fyrirspurninni Jón Hjaltarssoni. Með mikið gleyma því að ég gleymdi því aðeins í mínum málum áðan að í dag er einungis 20% kennari í smíðakennslu og mun hann hætta á næsta ári og það er gríðarlega erfitt að finna smíðakennara hér í bæ. Ég man það í Naustáskóla þá þurftum að bíða í heilt ár eftir smíðakennara og enn og aftur þá var þá leyst bara með almennum kennara og því þetta voru þá 6 tímar á viku sem hann kendi, deilt á alla nemendur og þess vegna verða aðferðir aðeins öðruvísi núna en þannig að ég held að keisla sér nú ekki málið en ágætis hugmynd hins vegar bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir og ég færi forseta aftur stjórnfundarins. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Eins og þið vitið þá hef ég nú komið hérna upp og talað fyrir því að við finnum mögulega pláss í grunnskólanum fyrir leikskóladeildir og er bara mjög áfram það en þetta bara sat aðeins í okkur þetta með smíðakennsluna og bara þá umræða almennt verkkennslu og forgangsröðin og það kemur fram í máli bæjarfulltrúa Heimis að skólastjóri Oddeyrarskóla hafi verið búin að biðja að farið væri endurbætur á þessari smíðastofu og mér finnst bara leitt að það þurft þetta til að það hafi verið gert og hún segir í bréfinu eiginlega sjálf til foreldra að hún samþykkti þetta til þess að fá í gegn endurbætur á þessu húsnæði. Þannig að mér finnst það bara leitt en varðandi spurninguna sem bæjarfulltrúi Gunnar lagði fram þá áttaði mig ekki alveg á hvort að þetta sé þá svarið sem við erum að óska eftir eða hvort að þetta muni fara inn í fræðslu- og lýðheilsuráð og skoða nánar af því að lausnin að bjóða þetta í vali unglingastíð finnst mér bara ekki nægileg og ég tek undir orð bæjarfulltrúa Jóns að
það gæti alveg komið til greina bara að keyra þau nákvæmlega eins og við keyrum með sund og í það minnst að tryggja þá forgang nemenda í Oddeyrarskóla í þetta tiltekna val. Þannig en við vitum það náttúrulega að þau sem velja smíði sem val eru yfirleitt krakkar sem koma af heimili iðnaðarmanna. Þetta eru krakkar sem þekkja nú þegar til þessara starfa, en það sem við þurfum að gera er að kynna þessi störf fyrir öllum börnum, að þegar við búum ekki lengur við það þannig í dag að þau komist á sjó 15 ára eða í sveit 10 ára. Við búum ekki lengur í þannig samfélagi. En það kom fram einnig í máli bæjarfulltrúa Heimis að smíðakennslan hafi verið í 20%. Ég áttum ekki á því hvort að það sé eðlileg prósenta miða við smæð skólans og að það fáist ekki kennari, en það hlýtur að finnast lausn á því að þetta er í aðalnámskrá eins og stærðfræðikennsla og við myndum alltaf finna lausn á því ef ekki fyndi stærðfræðikennari. En mér langar bara aðeins að tala almennt styrkleika og börn. Það er að við leyfum börnum og ungmennum að blómstra á eigin veruleikum, að styrkleikar þeirra fá að njóta sín og byggja þannig upp sjálfstraust þeirra. Ég man þegar ég fór í kennsluréttindanámið, það var bara heilmikil hugljómun fyrir mig að kynnast fjölgreindarkenningu Gardners sem snýra því að við höfum 8 mismunandi greindir og í mismiklu mæli. Og sem kennari fannst mér ég bara að fá ákveðið verkfæri í hendurnar til að eiga samtal við nemendur sem finnst þér stundum bara alveg ómöguleg og til einskis nýtt að þið get ekki lært algebru eða eitthvað annað. Við verðum bara átt okkur á því að styrkleika okkar liggja á mismunandi stöðum og það er okkar að byggja ofan á það. Og á heimasíðu Menntastefnu Akureyrar, og þetta var ágært tilefni til að kafa hans ofan í hana, af því að ég hefði ekki áttað mig á því að innra mat skólalagi opið á þessari heimasíðu, og það er bara greinilega frábær vinna sem á sér stað í kringum þessa Menntastefnu Akureyrar. Þessi gæðalistar og handbók hefur gert bara kennurum kleift að rýna aðeins í sín störf, og ég kíkti sérstaklega á niðurstöðu innra mats Oddeyrarskóla og þar kemur fram að líðan er áhersluatriði og þau sé að vinna þeim markmiðum að bæta líðan nemenda og sjálfstraust þeirra eftir að niðurstöðu kannana sýndu að umbóta var þörf. Og ég gat ekki séð í fljótu bragði að þetta væri eitthvað sem aðri skólar væru að vinna, heldur Oddeyrarskóli sérstaklega, og þá að tala með skólapúlsinu kemur fram að sjálfstraust hefði minnkað, og þá heldur þessi bara gríðarlega mikilvægt að við bjóðum upp á kennslu sem að eigu styrkleika hjá öllum. Þannig að ég vil endilega við finnum lausn á þessari smíðakennslu, og það getur vel verið að þessar rúllur komi í stað, en ég vil bara segja á persónulegu nótunum að börnum mín gengu í Þelimerkurskóla upp í 7. og 5. bekk og ég sá alveg töluverða mun á verklegri kennslu í sveitaskólanum og þegar komið inn á Akureyri, og furðaði mig pína á hversu lítil hún var, sérstaklega á unglingastígi. Það voru einhverja rúllur sem að rúlluðu á föstudögum og þau voru í einhverju örfá skipti í hverri grein. Þannig að til að skólinn, Oddeyrarskólinn, á markmið sínum, þá er mjög mikilvægt að tryggjum að umhverfi skólans er þannig að allir fái að blómstra og vinna sínum styrkleikum. Við bæjarstjórn eigum því að gera það sem við getum til að auka vægi starfs, list og verknáms í grunnskólum almennt og legg því til eftirfarandi tillögu fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnars Más. Bæjarstjórn beinir því til fræðslu og lýðheilsuráðs að kanna hvernig kennslu og umbúnaði starfs, list og verknáms í háttað í grunnskólum bæjarins til að meta stöðuna og út frá því að setja fram tillögur aðgerðir í þeim tilgangi að auka vægi list og verkefna í starfi skólana. Eftir að ég fór að skoða innra mat og gátlista skólana, þá sá ég bara strax að þetta þarf ekki að vera stór mál. Verkfærin eru að mörgu leyti til og það þyrfti kannski aðeins að justera aðeins einhverjum mats- eða gátlistum til að skoða þetta sérstaklega, að því að í innra matinu hjá skólunum sjálfum þá var
bara eiginlega engin umræða verknám. Ég gat eiginlega ekki séð það svona við fyrsta lestur, þó að gátlistarnir gáfu alveg til kynna umræðu eða ýttu undir umræði. Þannig að það sem að meðal annars kom fram í einum gátlistanum mat á skólanum, það sem meðal annars á meta hvort fengi sér við fjölbreytt þemi, þar sem reynir á verkkunnáttu og sköpunarkraft. Jú, vissulega það gert í þessum rúllum en finnst okkur það nóg. Þannig að verkverðin til að kanna þetta vissulega til staðar. Þannig að tryggjum framúrskarandi skóla fyrir alla sem var aðalmarkmiði nýrrar menntastefnu og leggjum aukna áherslu á verknám og látum það alls ekki vera í einhverju auka hlutverki. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Jónsdóttur fyrir. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Höllu Hreinsdóttur að taka. Já, til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Þakka bæjarfulltrúa Sunnu Jónsdóttur kærlega fyrir gott erindi. Ég ætla að fá að lesa hérna einn kafla upp úr aðalnámskránni svo þetta sé nokkuð skýrt. Það stendur í aðalnámskránni: í viðmuna stundaskrá skilgreindur heildartími í list og verkrænum á 3 aldursstigum grunnskóla. Skólar skipuleggja framkvæmd kennslur innan þess ramma, þar sem með öðrum orðum hvernig kennarahópurinn hvernig heildartíminn skiptist milli greinanna. Hver grunnskóli ákveður hvort námsgrein og námsögur eru kennd aðgreind eða í samþætti. Það var svona það sem ég var að nefna áðan. Aftur á móti kveðum í kafla 8.5 að listgreinar og verkgreinar skuli hafa jafnt vægi innan heildartímans sem gefin upp í viðmunastundarskrá grunnskóla. Jafnframt tekið fram að við skipulagningu tíma sem skilgreindur í viðmunastundarskrá til ráðstöfunar vals á unglingastigi skuli þess gætt að halli alls ekki á verklegt nám. Þá einnig við skipulag valnámskeiða. Því gert ráð fyrir að alltaf helmingur valstunda sé bundin í list og verktengdu námi. Innan vals og unglingastigi gefst möguleiki að dýpka hæfni nemenda á ýmsum sviðum list og verkgreina og kynna starfsnám og búa til nemendur undir þá markvissari hátt. Með þessu vil ég segja með hugmyndina akstur þá megum við ekki gleyma þá kannski öðrum greinum. Til dæmis ekki tónmenntakennsla í öllum skólum, það ekki danskennsla. Þannig að við þurfum þá að fara að velja á milli hvað okkur finnst mikilvægast. Þannig að ég var að fara þá að keyra öllum börnum upp í Naustaskóla þegar það danskennsla þar og milli. Við þurfum svolítið að hugsa þetta betur en mér finnst hins vegar tillagan afskaplega góð og fræðslu og lýðheilsuráð svo sannarlega tilbúið að skoða allar aðstæður grunnskólana og taka saman. Mér finnst það bara afskaplega góð tillaga og þá getum við tekið saman okkar nýju grunnskóla og sé hvernig munurinn á list og verkrænum, sjá hvort það hallar meiri á smíðar, dans, textílmennt, myndmennt eða alls konar hluti. Þannig að ég bara fagna þessari tillögu. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og færi honum aftur stjórnfundarins. Takk fyrir, Hallabjörg. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúi Gunnari Má fyrir að taka þetta málefni hér til umfjöllunar í bæjarstjórn. Málið mér svo sannarlega skylt og tengt og þetta bara algjörlega hárrétt að við þurfum að gæta að því að ekki halli á list og verknám í grunnskólanum okkar að sjálfsögðu og eins og bæjarfulltrúi Heimir Örn fór yfir áðan þá það hins vegar auðvitað þannig að við í grunnskólanum eða sem störfum þar erum bundin af viðmunastundarskrá sem að liggur í aðalnámskrá grunnskóla og byggð á lögum grunnskóla frá 2008. Það kemur jafnframt fram einmitt í umræddri aðalnámskrá með leyfi forseta, list og verkgreinar, undir listgreinar heyra tónmennt, sjónlistir og sviðslistir. Undir verkgreinar heyra hönnun og smíði, textílmennt og heimilisfræði. Þessi 2 svið skulu hafa jafnt vægi innan heildartímans. Og ég tek bara undir að
ég get stutt þessa tillögu að við skoðum list- og verkefnakennslu í skólunum okkar og ekkert endilega sérstaklega út frá smíðakennslu heldur bara heilt yfir. Mér finnst sú umræða sem að hér hefur verið það að nýta rými mögulega í öðrum skólum á meðan við erum í þessu ástandi eða að nýta rýmið í Oddeyrarskóla fyrir leikskóladeild, að nýta mögulega smíðastofur annara skóla að einhverju leyti finnst mér bara ágætt. Kannski ekki, við þurfum auðvitað kannski að hugsa þetta og skoða þetta og allt það, en sú umræða og tillaga er náttúrulega kannski bara mjög samhljóðandi því að nýta fermetrana betur eins og við erum að gera með því í rauninni, að vera að nýta fermetra grunnskólana undir leikskóladeildir. Að þá er spurning, erum við einhverstað með smíðastofur sem að er hægt að nýta betur eða hvernig sem það er. Varðandi einmitt eins og danskennsluna sem fellur undir listgrein hér, ég sakna hennar sannarlega. Hún var kennd í mínum skóla í nokkur ár og bara mjög ánægilegt að hafa hana, þannig að það er örugglega tækifæri til bætingar og mögulega hvort að ætti að skoða eitthvað aukið samstarf á milli skóla eða eitthvað slíkt. Þannig að ég bara tek undir og skil mikilvægi þess að börnin okkar þurfi að geta sinnt námi stundum eftir sínu áhugasviði, hvert svo sem áhugasviðið er. Og mikilvægi þess jafnframt einmitt að þau kynnist eins og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á ólíkum störfum. Já, þá læti það, næja, takk. Þakkum bæjarfulltrúi Láru Halldóru Eiríksdóttur fyrir og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason tekur til máls. Forseti bæjarfulltrúar, ég má til með að rifja ögn upp aðdragandana því þegar við vorum hér að breyta gagnfræðaskólanum í heilstæðan 10 bekkja skóla og þá bar hátt í umræðunni bæði heilstæði skóla, þessi hugtök innsetna skóla og heilstæða, og þá voru það ein rökin sem voru mjög höfði frammi þegar við vorum að ræða þessi mál sambandi við gagnfræðaskólan, að það myndi skólarnir í bænum myndu sérhæfa sig, þeir myndu leggja áherslu á þessi skóla og hitt, og svo væru eins og til dæmis við getum tekið danskennslu og við getum tekið handavinnukennslu, og svo yrðu nemendur bara keyrðir á milli. Þetta var rætt af bæjarfulltrúum þá í fullri alvöru og þannig átti bara allavega hugmyndir áhrifamanna voru í þessa veru að við nýttum skólana enn betur með þessum hætti, en ég vildi bara bæta þessu við að þetta rifjast upp menn ég var að hlusta. Takk. Þakkum bæjarfulltrúi Jón Hjaltason fyrir, orðið er laust. Ekki fleiri sem er að tjá sig. Þá berum við upp tillögu bæjarfulltrúa Sinnulín Jónsdóttir og bæjarfulltrúa Gunnar Már Gunnarssonar að bæjarstjórn beinir því, ég ætla að finna hérna smá breytingu. Eitt orðalag. Bæjarstjórn samþykkir að beina því til fræðslu og lýðsráðs að kanna hvernig kennslu og umgjörð starfs-, list- og verknáms sé háttað í grunnskólum bæjarins. Til að meta stöðuna út frá því setjur hann tillögur aðgerðir þeim tilgangi að auka vægi list- og verkgreina í starfi skólana. Þau sem að samþykkir eftir pönd. Samþykkt samhljóma með 11 atkvæðum.